Bjarni, ja, þetta var sterkur sigur hjá þínum stúlkum. 2 sigrar á móti Keflavík. Þetta svona gæti enda sem útslagið hver kemst í úrslitakeppni. Sko, já, eflaust, en eins og ég bara ekki þar og engin liðin þar með hvort við séum í 4., 5., 3., öðru sæti. Við erum bara með okkar markmið og við erum konar með allan hópinn okkar saman núna aftur og búin að spila 2 leiki til langa pásu. Þannig ég bara fyrst og fremst ánægður með sigurinn í dag og við þurfum að kljást við þær aftur næsta sunnudag en ánægður bara að náðum að loka þessu. Þetta var jafn og spennandi leikur svona framan að þið bara hlupum með þetta í burt í 4. leiknum. Hvað breyttist? Sko ég sá á móti Njarðvík að voru að spila mjög aggressíva 3-2 svæði, 1-2-2 svæði eða hvað sem þú kallaði þetta, sem að gerði mjög vel og þær voru í svæðisvöldum mót okkur í fyrra leik eftir við komumst á örugga fórustann í byrjun eða náðum að byrja vel, fóru í svæðið og það sló okkur út af læginu og við náðum aldrei rytma svona í sóknarleikum, við töpum 14 boltum í fyrri hálfleik og við fórum aðeins yfir svona að gera þetta aðeins einfaldara svo ætlum við að gera þetta sóknarlega, svolítið það í hálfleik pössum betur, við töpum bara 1 bolta í seinni hálfleik, það var í 3. leikhluta og það svo kannski gerði muninn og hinum meginn sóknarlega voru að ná að færa boltan miklu fljótar, ekki að forsa mikið, færa boltan hraðar og skila okkur auðvöldu körfum og góðum skotum og það viljum við gera sóknarlega. Takk fyrir þetta Bjarni og gangi ykkur vel. Takk vinnur.